is Psalms. Það lesa sálm. Psalms 100 verse 5. 100 verse 5 is the Psalm. Verse For 5. the Lord is good. Is it 100 verse 5? Okay, later I will read that. Okay. Are we going to start now? Let's go ahead. Let's go ahead. Okay. Hello. A joyous and blessed Sabbath day to each one of you, dear brothers and sisters. Bræður og systur, megi Guð blessa hvíldardaginn með okkur. I would like to extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you today. Langt að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin sem eru hér í dag. Our regular members and regular visitors. Fólk sem hér, þið sem eru hérna venjulega. It is with joy seeing you this holy Sabbath day Og in our líka church. gestir, það bara yndislegt að sjá ykkur hér í dag. And I would like also to extend a special welcome to those joining us in our worship for the first time. Og líka ætla ég að bjóða þá sérstaklega velkomna sem eru hér í fyrsta sinn á guðsþjónustu. I can see that we have visitors today. Ég sé að það eru gestir hér í dag. These youth boys from Ukrainian. Hér eru ungir menn frá Úkraínu. Kindly stand for everybody to recognize you. Mættu standa upp svo að allir geti séð ykkur. Okay. Yeah, so they're from Ukrainian. Þeir eru frá Úkraínu. Welcome. Thank you for joining us in our worship today. Já. Okay. I would like also to greet our online viewers. Líka til þess að bjóða þá velkomna sem eru að fylgjast með okkur á netinu. A blessed and wonderful Sabbath day to all of you. Og Guð blessi ykkur öll. Okay, today's worship is divided into two parts. Það eru tveir hlutar á guðsþjónustunni hjá okkur í dag. The first part will be the divine service. Og fyrst hérna guðsþjónustan hjá okkur. And just after the sermon of our speaker, og svo eftir ræðuna, we will proceed right away to the communion service. Munum við fara yfir í kvöldmáltíð. For the foot washing, and then everybody after foot washing we will participate in the Lord's Supper. Fyrst það fótaþvottur og svo brauðsbrotninga þar á eftir. And at this time I have a couple of announcements. Hér eru 2-3 tilkynningar to share with you. Til þess að deila með okkur. The first one in the slide is the prayer meeting, which is að tala bænastundina sem hérna á þriðjudögum. Which is always done every Tuesday at 12 noon. Klukkan 12 á þriðjudögum. And the second one we have the thrift store, which is og svo í öðru lagi það búðin okkar í kjallaranum. Which is located just below or in the ground floor of our church. Það hér í kjallaranum, allt mögulegt búðin. It is open every Tuesday and Thursdays at 2 to 6 o'clock p.m. Frá klukkan 2 til 6, alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum. And then after shopping, you can come and join us with the soup kitchen. Og svo eftir búin að vesla, þá koma og vera með okkur í súpustofunni. Which is every Tuesdays at 6 o'clock to 8 o'clock in the evening. Og það frá klukkan 6 til 8 alltaf á þriðjudögum. And our church with the participation of ADRA is offering free Icelandic classes to everyone. Svo að ADRA líka bjóða ókeypis íslensku kennslu. Especially for the foreigners. Sérstaklega fyrir útlendinga auðvitað. Yeah, you are free and welcome to come. Velkomin að koma, sannlega. And then there are also another one is tomorrow, April 12, will be the Filipino Food Day and Culture. Og svo þetta sérstakur dagur á morgun, 12. apríl, þá það filipínska fólkið sem ætlar að bjóða í sérstaklega matarhátíð og menningarhátíð klukkan 5, það ekki? Yeah, at 5 o'clock it will be held in Hafnarfjörður Church. Og það verður í kirkjunni okkar í loftsalnum í Hafnarfirði.
frá klukkan 5. Yes, everyone is welcome there. Þar eru allir hjartanlega velkomnir að koma. And taste the sumptuous food prepared by your Filipino friends. Og þar lagðir fram á borðið sérstaklega réttir sem eru gerðir af filippíska hópnum, vinum ykkar frá Filippseyjum. And another one is, which is not in the slide, the yearly camp meeting of the church is coming soon. Og svo það sumamótið okkar, það að koma brátt, það verður í maí. Yeah, it will take place at, what's that, Líðardalsskóli? You are doing it Yeah, well, yeah. on May 22 to 24th. Það 22. 24. Maí, það á Hlíðarskóla. We encourage everyone to set aside your weekend to join us. Og allir bara taka það til hliðar alveg sérstaklega að koma þangað. Okay, the registration will be open soon. Og það hægt að skrá sig, það verður fljótlega opna fyrir skráningu. Okay, so that's it for now. Dear brothers and sisters, before we continue with our service, let me read a beautiful passage in the Bible that shows God's steadfast goodness to us. Og svo það hér ritningalega sem langar til að lesa áður en við haldum áfram. It is found in Psalm 100 verse 5. Það 5. vers í Sálmi 100. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Því að Drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Indeed, God's love and goodness to all of us is eternal. Þetta auðvitað undursamlega kærleikur og gæska Guðs eilíf í okkar garð. Once again, I welcome all of you. Við byrjum ykkur hjertalega velkomin aftur. Let us all sing together. There's one little announcement before we go on. Oh, sorry, okay. Ivo. There is an announcement coming from Pastor Ivo. Hvað sér? Yeah. At the end? Okay, but then it's decided that he will announce it at the end of the program. Við ætlum að bíða með það tilkynningu, það meiri hátta mál, við ætlum bara að gera það í lok guðsþjónustunnar. Okay, to start our divine service program, let us all sing together Sweet Hour of Prayer, hymn number 318. Og það sálmur nummer 318 og blessu sértu bænastund. Lord.
Let us pray. Dear Father in heaven, Himneski Fadir, we are here before you, við komum hér fram fyrir aulið þitt, and we come in prayer, við komum í bænar a hug, prayer of thanksgiving þakkarbæn and praise to you, og lofgjörð til þín. because we want to look at what you are like today. Því að við viljum sjá hvernig þú ert í dag. And we come as we are, Við komum eins og við erum, and we ask for your grace and mercy. við byggjum fyrir náð þína og miskun. And we ask you to be here and speak to our hearts, Byggjum þig að vera hér hjá okkur og tala til hjartna okkar. so that we may understand and we may feel it. Þetta við megum skilja og megum finna fyrir því. And we pray that in Jesus' name. Og þess byggjum við í Jesú nafni. Amen. Amen. Okay. Shall we now proceed to our worship through giving with our tithes and offerings? Það þá gjafir og tíund og gjafir sem við tölum Okay, there are actually different types of returning our tithes and giving our generous offerings. Það eru aðferðir sem við höfum til þess að gefa. For our tithes, you can send directly to the bank of our church or directly to our general conference bank account. Fyrir tíund þá er hægt að senda það beint á, bara millifæra það á reikning kirkjunar. Okay, and for those who are here today, you can give your tithes and offerings by cards. En þeir sem eru hér í dag, við getum greitt bara í posa með kortið okkar. For those giving it by cash, there are two bags there. Og svo eru tveir pokar hér fyrir þá sem vilja gefa í reiðufé. Red and brown, you just indicate which offering you are going to give that Rauður og offering. brúnn poki fyrir kvildaskólagjafir og rauður fyrir guðsjónustugjafir. which are located at the entrance. Við sjáum það Lord. hérna í andirinu. Okay, let us pray for our tithes and Biðjum offerings. fyrir gjöfunum. Our great God, Heavenly Father, Himneski Fadir, the sustainer and provider of þú all sem the things gefur that okkur we alla have. hluti og við heldur öllu okkar lífi. We thank you, Lord, for sustaining our lives. Og við þakkum þetta drottin fyrir það að þú við heldur lífi okkar. Thank you, Lord, for showering us with so much blessings. Þakka þér fyrir að þú hefur úthellið svo ómælilegum blessunum yfir okkur. Lord, as we return our tithes and offerings to Sem við you, nú skilum tíund okkar og gjöfum. may you bless it, O Lord, Viltu þá blessa gjafirnar? that it will be used for the furtherance of your work. Þannig að það verði til þess að efla og styrkja þitt starf í þessum heimi. May you bless the people who will handle your money. Og drottin blessa þá sem viðhalda og meðhandla gjafirnar. And Lord, we also pray for all of us Biðjum líka fyrir okkur hverjum og einum that may you continue to bless us, að þú haldir áfram að blessa bless our jobs, og starf okkar. bless us, give us the strength and good health every day, Gefðu okkur styrk og góða heilsu á hverjum degi and help us to be faithful stewards of all the blessings you give. og hjálpa You're okkur til að giving vera to us. trúfast í að nýta okkur þær blessanir sem þú gefur okkur. Thank you so much, Lord. Takk að drottin In Jesus' name. í Amen. Jesu nafni. Amen. Okay, let us sing Holy, Holy, hymn number 65. Og þá er það helgur, 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 sálmur með 65. May I request everybody to please stand. Gjöru svo vel standi. Rísa fætur. Helgur, helgur,
Ég ætla að lesa úr öðru Korintubréfi, 3. kafla frá versi 7-9. En ef þjónusta andans, þjónusta dauðans, sem letrað var og höggvin á steina, kom fram í dyrð, svo að Ísraelsmenn gátu ekki hort framan í Móse vegna ljómans af ásýnd hans, sem þó varð að engu. Hversu miklu fremur mun þá þjónusta andans koma fram í dyrð. Ef þjónustan sem sakfellir var dýrleg, þá þjónustan sem réttlætir þá miklu auðugri að dýrð. Our scripture reading is taken from 2 Corinthians chapter 3, verse 7 and 9. It reads, "But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? For if the ministration of condemnation be glory, much more do the ministration of righteousness exceed in glory." Amen. Let's pray. Almighty Father, we thank you so much for this beautiful Sabbath. We thank you so much for bringing us together once again to worship under your feet. As feeble as we are here before you, asking of your forgiveness of our sins, so that our worship and songs will be accepted in your name. This morning we commit our friends who were not able to join us this Sabbath into your hands, that whatever be their worry or trouble, you, Lord, you intercede for them. Also, we commit today's service into your hands, especially our preacher. We ask of your Holy Spirit to fill him as he offers your words to us. Also, give us the hearts that can understand your word and the mind to retain everything that we hear here and apply them in our lives. Heavenly Father, we thank you so much for giving us this opportunity to be under your feet and to learn more about you and to know you more. We ask you to be with us, and we pray that let the meditation of our hearts and the words of our mouth be accepted in Jesus' name. Amen. Amen. Herra, þá bæn og vitja vor í náð og gef oss þinn frið. Amen. Now, the selected members of this church will be singing a song, "When We All Get to Heaven." Þá verður söngadriði.
victory. We read this Bible reading from 2 Corinthians chapter 3. Við lásum hirritningavers frá þriðja kapla annars Korinthubréfs And it talked about different ministries. og það talar ýmiss konar boðun And something that is a ministry of death. og það hérna þjónusta dauðans And there was a ministry of righteousness. og svo það boðun eða þjónusta réttlætisins. So Paul talks about ministries. Og Páll að tala þessar þjónustur. Imagine this. Ímyndið ykkur þetta, After the service here, eftir guðsjónustuna hérna í dag, you are given a task. þá ykkur gefið hlutverk. And not a personal one, Ekki kannski persónlegt hlutverk, very official task. en það svona eitthvað opinbert hlutverk sem þið fáið. And you are handed a folder. Og þið fáið alveg sérstakann efni eða eitthvað bók eða möppu. And on this folder, there is someone's name. Og á möppunni þá nafn einhvers. So it belongs to someone. Svo þessi mappa tilheyrir einhverjum. And you are told, Og þér sagt, open it opnaðu þessa möppu and read it aloud. og lestu það sem í þessari möppu hátt, upphátt. And inside of this folder, Og í þessari möppu, there are no rumors or suspicions. þá ekki svona einhver umfjöllun sem óskýr, But there are written all the words and deeds of that person. en það stendur í þessari möppu allar gjörðir ekki þessara persónu sem að fjalla. Everything that person has done Allt sem þessi persóna hefur aðhafst or has left undone, eða ekki framkvæmt, everything the law knows how to count. og allt það sem lögmálið getur nefnt og tilgreint. And your task is not to add anything Og þitt hlutverk ekki að bæta neinu við or not to comment anything, eða koma með einhverja athugasemdir not to interpret, eða útlista, just open it heldur bara að opna and read what is written in there. og lesa það sem þarna stendur og kemur fram. Paul calls this a ministry, Og Páll talar þetta sem þjónustu, the ministry of death. Þjónustu dauðans. And Paul writes about two ministries, Og Páll talar tvenns konar þjónustu, the ministry of death og þjónustu dauðans, and the ministry of righteousness. og það þjónusta réttlætisins. And this is the ministry of death, Og þessi þjónusta þarna þjónusta dauðans, because this folder contains facts. að því að þessi mappa sem þarna vorum að tala það koma staðreyndir fram. And facts, they don't lie. Og staðreyndir, það ekki takt að ræða þær sérstaklega. And when somebody would read my folder, Og ef einhver myndi vilja lesa möppuna sem tilheyrir mér, there would be many facts þá myndi vera margar staðreyndir þar. about things that I have done or I've said, Og hluti sem ég hef gert eða eitthvað sem ég hef sagt, or things that I didn't do, what Eða- I should have done. eða hluti sem ég gerði ekki sem ég hefði átt að gera. And you know what would be in your folder. Og þið veitir hvað myndi verða í ykkar möppu. Paul says Páll segir in the letter to Romans í Rómverjabréfinu that the law was there to show the sin.
að lögmáli var þar til þess að útlista syndir. And when somebody opens the folder with the law, Og þegar einhver opnar þessa möppu þar sem lögmálið it will point to everybody's sin. þá mun það benda á það sem syndsamlegt í lífi hvers og eins. And when the folder is open, Og þegar mappan opnuð, the verdict is also very clear. að þá þetta viðurlögin þarna mjög skýr og greinileg. And in the New Testament, James also writes a letter. Og í Nýja testamentinu þá skrifa Jakob líka bréf He makes it very serious. og hann gerir þetta mjög alvarlegt. He says, if you have sinned against one part of the law, Hann segir, hefur brotið af þér með einu af ákvæðum lögmálsins, you are guilty of all. þá ertu sekur öll atriðin. So this is what Paul means here Og það þetta sem Páll á við með with the þetta. ministry of death. Þessi þjónusta dauðans. It's a ministry, Þetta þetta bara þjónusta. a task, Þetta verkefni. faithfully carried out. Eitthvað sem þarf að fara og bera fram mjög trúfastlega. And we as human beings, Og við sem mannverur, we understand this instinctively. við skiljum þetta bara með alveg í hjá okkur. And it also happens that we go around with these folders. Og það virðist vera, og það þannig bara því miður að stundum erum við að burðast með þessa möppu með okkur. And we read each other's folders. Og við erum að lesa möppu hvers annars. Sometimes silently, Stundum bara í hljóði, sometimes aloud. stundum upphátt. We read, and oh, this person owes me this. Og ég segi að þessi einstaklingur skuldar mér svona og svona. That one failed me there. Þessi gerði eitthvað af sér í minn garð á þessu tilviki. And this should be paid back. Og það ætti að endurgreiða þetta. Last week, there was a piece of news in Estonian media. Og það var bara í síðustu viku kom frétt í fréttamiðlum í Íslandi. It spoke about a young man who used his phone while he was driving the car. Og það talaði unga mann sem notaði símann sinn þegar hann var að keyra. And he hit two teenagers who were cycling. Og hann keyrði á tvo ungmenni þegar þau voru á reiðhjóli. And one of them died. Og annar þessara dó. And it happened 2 years ago, Þetta gerist fyrir 2 árum, but now he was in the court. en nú var hann komin í dóm. So he did not plan it. Hann áformaði ekki þessa hluti. He did not intend it, Hann ætlaði ekki að gera þetta. but it happened. En svonalega gerðist. And he was sentenced to 3 years in prison. Og hann var dæmdur í 3 ára fangilsi. And he had to sit there 3 months, Hann and the rest was conditional. Og hann þurfti að sitja þarna í fangilsinu í 3 mánuði, en hitt var bara ekki framkvæmt. And many people were angry Og margir urðu reiðir. because they said that the punishment is too light, Þannig að þetta allt of væg viðurlög. because his folder is too heavy. Því að þessi mappan hans miklu þyngri. Because guilt was real. Að því að skuld eða sektin var svo raunveruleg. And this is the task of the law, Þetta verkefni lögmálsins. to point out the sin Að benda á syndið, það syndsamlegt. and to say what is the punishment for the sin. Og líka benda á hver viðurlögin eru fyrir þessari synd. And Paul calls this the ministry of death. Og Páll talar þetta sem þjónustu dauðans. But then something happens. En svo gerist eitthvað. What the law was powerless to do, Og það sem lögmálið gat engan legin framkvæmt, God did. það gerði Guð. And Jesus Christ steps in. Og Jesús Kristur kom og frelsaði okkur. He does not argue with the folder. Hann ekki að fást við þessa möppu sem þarna. He doesn't argue with what is written in there about us. Hann ekki að benda á eitthvað sem þarna
búið að tilgreina í okkar garð. He doesn't dispute the facts. Það ekki verið að rökræða niðurstöðunar eða þessar fullyrðingar sem þarna eru. He takes our heavy folder Heldur tekur hann þessa þungu möppu and replaces it. og kemur með eitthvað annað í staðinn. He writes a new document. Og hann skrifar alveg nýja skýrslu. And Jesus once told a story about a servant who had a very heavy folder. Og við veitum að Jesus sagði einu sinni sögu en þjón sem var með mjög þunga möppu. He had a very big debt. Það var mjög mikil skuld sem hann var með. It was impossible to pay. Eitthvað sem var ógerningur að borga. And the master looked at this text Og yfirmaðurinn hans horfir á þennan texta he took it away from him og tekur hann frá honum and gave him a new one, og gefur honum alveg nýjan texta a new covenant. og nýjan sáttmála. And this text said, Og þar stendur í textanum, you owe nothing. þú skuldar ekki neitt. And the old document was not rewritten. Og gamla mappan, það var ekkit endur skrifaður, svo mappa var ekkit endur rituð. It was replaced. Heldur bara var byttuð alveg tekið og sett annað í staðinn. Today with this table, Og í dag, með þessu borði sem hér we are reminding ourselves about this, þar erum við að minna okkur sjálf á þessa hluti. that Christ took our folder, our paper full of facts, Að Jesus tók þessa möpp okkar fulla af texta og ávirðingum and he took it to his cross. og hann tók það á krossin. At this table, Og þetta borð, Christ is not denying facts about our lives. þá Guð ekki að neita einhverju varðandi þær staðreyndir sem eru skrifaðar hjá okkur. Our deeds, our words. Neitt hvað orð okkar eða gjörðir. But he's saying that our folder is replaced. Að hann bara að segja að þessi mappa okkar, hún hverfur og það kemur önnur í staðinn. And yet Paul says Og Páll segir that it is possible að það mögulegt, that this new covenant exists. það mögulegt að þessi nýji sáttmáli hans sé til staðar. And we can even have it in our hands, Og við getum jafnvel haft hann bara í höndunum. but our face can be covered. En að andlit okkar sé samt hulið, And einhverju skílu. And we still have, we live the old life, Og við erum samt að burðast við að lifa gamla lífinu. like still fulfilling the ministry of death. Og ennþá að reyna að burðast með að uppfylla þetta lögmál dauðans. Still reading folders, Enda höldum áfram að lesa einhverja möppur, still keeping accounts. enda að reikna út og færa einhverja hluti inn í möppuna. The veil is removed when we turn to Christ Jesus. En þessi skíla hverfur þegar við snúum okkur til Krist. And when the Spirit does what the letter cannot do, Og þegar andinn gerir það sem bókstafurinn getur ekki gert. so we do not live to read the guilt. Og við erum ekki við lifum ekki til þess að endur lesa skuldina og skuldar sem þjakar okkur. We live to proclaim what this table proclaims. Að við lifum til þess að boða það fagnaðarerindi sem þetta borð boðar. Freely you have received, Að þið hafið tekið frjáls og ókeypis, freely give. gefið líka ókeypis. We owe no one anything Við skuldum ekki neinu neitt except love. nema það að elska. And this is not theory. Þetta ekki bara einhver tákrænt orðfæri. Grace is very costly. Náðin mjög dýr. And
for Christ, it cost his life. Fyrir Krist þá kostaði það lífið hans. Bible says that he left his heavenly glory Og Biblían segir að hann skildi eftir dýrð himinsins and he died on a cross. og hann dó á krossi. And for us, it costs something too. Og fyrir okkur þá þetta líka dýrmætt eða verðmætt. We have to lay down our own right. Þetta dýrt við þurfum að leggja niður eða afhenda okkar rétt sem við teljum við hafa. So how much do people around us owe us? Hve mikið það sem fólk í kringum okkur skuldar okkur í raun? If someone takes something from me, Ef ykkur tekur eitthvað frá mér, if someone's carelessness killed my child, og ef ykkur sem ábyrgðarlaus deyðir barnið mitt, how much do they owe? hve mikið skuldar þið okkur þá? Imagine a sign over a door. Ég myndi ykkur skilti fyrir ofan dyr, The door, our door. en það dyrnar okkar. And the law puts this sign. Og lögmáli setur þetta skilti þarna. And law puts the sign says guilty. Og lögmáli segir fyrir ofan dyrnar okkar, sekur. And Christ comes Og Kristur kemur, and he doesn't argue with the sign. og hann ekki að rökraða neitt við þetta skilti þarna. He replaces it. Heldur tekur það skilti og setur annað í staðinn. And this is an announcement. Þetta svona yfirlýsing, auglýsing. This is a new covenant. Þetta nýr sáttmáli. And Paul calls this the ministry of righteousness. Og Páll talar þetta sem þjónusta réttlætingarinnar. And he says that the Spirit writes it, Og hann segir að það andinn sem ritar þetta, not on stone, ekki á stein, but on us. heldur á okkur, hjartað okkar. And the sign says, Og skilti segir, forgiven, fyrirgefin, sík, no debt, engin skuld lengur, declared righteous. að yfirlýstur réttlátur. This is the ministry of righteousness. Þetta boðun og þjónusta réttlætingarinnar. And today we want to proclaim it by taking part of this table. Og í dag myndum við vilja að boða þetta með því að taka þátt í því sem hér kemur fram á þessu borði. So where are the symbols of the flesh and blood of Jesus? Sem eru táknmyndir líkama og blóð Jesú Krists. So before we do that, Áður við gerum það in our church, í söfnunum okkar, we have the way of doing what Jesus did to his disciples. og þá höfum við þær aðferð að við komum fram við hvort annað eins og Jesús kom fram við lærisveina sína. So before we take part of the table, we wash each other's feet. Og áður en við tökum þátt í brauðsbrotningunni, að þá þvoum við fætur hvers annars. And I would like to read with you from John 13. Og mér langar til að lesa fyrir ykkur hér úr 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls, Of the evening when Jesus was with his disciples. Kvöldið þegar Jesús var með lærisveina sína. And I read from verse 3. Og ég les frá 3. versi. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God. Og ég lesa bara vers fyrir vers, já. Jesús vissi að Faðirinn hafði lagt allt í hendur honum og að hann væri frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Got up from supper and laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself. Og hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded.
Síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra þeim með líndúknum sem hann hafði sig. So he came to Simon Peter. He said to him, Lord, do you wash my feet? Og hann kemur að Símoni Pétri og segir við hann, Herra, ætlar þú þá að þvo mér fæturnar? Jesus answered and said to him, what I do, you do not realize now, but you will understand hereafter. Og Jesus sagði við hann, nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna muntu skilja það. Peter said to him, never shall you wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Pétur segir við hann, aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Og Jesus svaraði, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. And Simon Peter said to him, Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head. Og Símon Pétur segir við hann, Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendur og höfuð. Jesus said to him, he who has bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you. Og Jesus sagði við hann, sá sem laugast hefur, þarf ekki að þvost nema fæturnar. Hann allur hreinn, og þér eru hreinir, þó ekki allir. For he knew the one who was betraying him. For this reason he said, not all of you are clean. Og hann vissi hver myndi svíkja hann, og því sagði hann, þér eru allir hreinir, en þér eru ekki allir hreinir. So when he had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, do you know what I have done to you? Og þegar hann hafði þvegið þeir með fæturnar, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá, skiljið þér hvað ég hefi gjört við þér? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Þér kallið mig meistara og herra, og þér mælir rétt, því að það ég. If I then, the Lord and the teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Fyrst ég herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturnar, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. For I gave you an example that you also should do as I did to you. Ég hef gefið yður eftirdæmi, að þér breytið eins og ég breyti við yður. Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. Sannlega, sannlega segi yður, þjónn ekki meiri en herra hans, né sendibúði meiri þeim sendi hann. If you know these things, you are blessed if you do them. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir þeim. So this is what we want to do now. Svo það þetta sem við ætlum að fara og gera núna. Do to each other what the Lord has done to us. Að gera það við hvert annað sem Drottinn hefur gert fyrir okkur. And obviously this is just a symbol. Og auðvitað þetta bara tákgrænt. Symbolizing how we want to live our lives. Bara tákgrænt fyrir hvernig við viljum lifa líf okkar. Let us pray. Biðjum. Dear Lord, Himneski Faðir, and you are our master, þú ert mestari okkar og herra, and you gave your life, og þú gafst líf þitt. and you bowed down to us to wash our feet. Og þú krýpur niður til þess að þvo fætur okkar. And you forgave us our sins. Og þú fyrirgefur okkur syndir okkar. And when we wash each other's feet Og today, þegar við þvoum hvers annars fætur, may we understand this. þá mættum við þá skilja og skynja þetta. May we put our heart in this. Mættum við leggja hjörtu okkar algjörlega í þetta sem við erum að gera. And please change us. Og umbreyta okkur, Drottinn. And we ask that in Jesus' name. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Amen. So when we go wash
we have it so that men go up to the balcony Så núna förum þá karlmenn hérna upp á loft and our ladies go to this room there. og konurnar hérna í safnarheimilið. So you are all welcome to join if Þau you eru want to. öll velkomin að koma og taka þátt. Or if you want to, you can stay in the hall here. Ef ég frekar þá vil ég frekar draga ykkur í hlið, þá gjörðu svo vel og sitja hér í salnum. Until we come back and partake in this table. Þangað til við komum aftur og tökum þátt í brauðsbrotningunni. Okay. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God. I come, just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fightings and fears within, without, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, poor, wretched, blind, sight, riches, healing of the mind, they all I need in thee to find, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon,
because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, If you're hearing these words, it's not a coincidence. Something powerful is moving in the invisible, and it's calling out to you. Since the day you were born, a guardian angel has been watching over you. He's seen your struggles, your regrets, your silent prayers. He knows what you've been through more than anyone else ever could. And now, he wants to speak. My name is Angela. I've been connected to the angelic realm for over 40 years. Today, I was chosen to deliver a message meant only for you, a sacred message, a revelation about your life, your path, and the force that's been waiting to help you. But that's not all. Your angel is also ready to reveal his celestial name, the one only you are meant to speak. And he wants to give you something even more precious, a secret invocation, a divine key, a sacred phrase that will let you call your angel to your side anytime, day or night. Speak his name 3 times, and he will be there to protect you, to open the right doors, to push aside what's been blocking you. You don't have to face everything alone, not anymore. But there is one thing you must understand. This message is time sensitive. If you ignore it now, the energy might close, and you may miss the most important connection of your life. I've seen too many souls miss their moment, but yours is now. So don't let it pass. Click below to receive the name of your angel, the message he has for you, and your secret invocation so you can finally speak to him and feel his presence beside you every day. Don't wait. He's already listening. He just needs your permission to enter your life. Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. One I never thought I'd find, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now receive you, Lord. And the life you bring to me, the gift of a lifetime.
That's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime into the pain that I thought I could hide. You brought the gift of your very life, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift that you gave, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. It's a gift of a lifetime.
So when we take part of this table, Nú þegar við svo meðtökum það sem kemur hér fram á borðinu, let us read from Paul's letter to Corinthians. skulum lesa á fyrra Korinthubréfi, 11. kafla, It's the first letter and chapter 11. 11. kafli, And verse 23. 23. vers. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread. Því að ég hefi meðtekið frá drottni það sem ég hefi kent yður. Nóttina sem drottin Jesús var svikinn, tók hann brauð. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Gjörði þakkir, braut það og sagði, þetta minn líkami sem fyrir yður, gjörið þetta í mína minningu. This table is very modest. Þetta borð það mjög svona sparsamt það sem kemur hér fram. When we have a celebration table, usually we have a lot of food. Og þegar við erum með veisluborð þá oft miklu meira á borðum. But although this table looks modest, En þó að þetta borð hér sé kannski tóltið svona sparsamt, this is the biggest celebration þá þetta stórkostlegasta hátíðin. because we celebrate the joy Því að við erum að fagna yfir því sem hér kemur fram. that Jesus gave bread Að Jesús gaf brauð and he said, Remember, og hann sagði minnist my body is broken for you. að líkaminn minn var brotinn og deyddur fyrir ykkur. And we want to eat this bread today and remember that. Og við viljum borða þetta brauð í dag og minnast þessara hluta. So let us pray for this bread so that God may bless it. Svo við skulum biðja fyrir þessu brauði þannig að Guð megi blessa. Já, himneski Faðir, Drottinn Jesús Kristur, við komum fram fyrir þig í mikilli auðmýkt og lítillæti fyrir þá stórkostlegu gjöf sem þú gafst fyrir okkur. Að þú komst, Drottinn, til þess að gefa allt okkar vegna og að líkami þinn var brotinn og deyddur fyrir okkur. Og við höldum hér á þessu brauði sem komið til okkar hér og nú til þess að minna okkur á þessa hluti að þetta sé raunveruleiki, að þetta gerðist í raun og veru. Og þetta að þú gafst þinn líkama fyrir okkur í dauðan, að það sáluhjálp fyrir okkur, það lækning meina okkar og synda og að þú gefur okkur allt með þessu brauði. Drottinn, blessaðu þessa gjöf hér, þetta brauð, að þetta verða okkur raunverulegt tákn fyrir það sem þú hefur fyrir okkur gert. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Amen. And let us take this bread and remember, Jesus said, This is my body that is broken for you. Tökum nú, göngum hér fram og tökum brauðið og minnumst þess. Jesús sagði, þetta líkami minn að brotinn ykkar vegna.
And Paul continues to describe how Christ set up the remembrance of him. Og Páll heldur áfram að skýra út hvernig þessu komið til leiðar að við minnumst. He says that in the same way he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi bikar hinn nýju sáttmáli í mínu blóði, gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. And he said that for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Og svo oft segir hann hér, sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þið dauða drottins þangað til hann kemur. So when we drink this cup today, Svo þegar við tökum á við þessum bikar í dag, so we proclaim that everybody who believes he has the message forgiven. að þá það að við tökum þennan bikar og við drekkum, þá erum við að boða að allir sem taka við honum eru fyrirgefnir. No debt. Það engin skuld lengur. So we pray a prayer of blessing. Svo við byggjum bæn blessunarinnar. Yes. Let us pray. Heavenly Father, we come before you with thankful hearts Drottin, við komum fram fyrir þig með þakklæti í huga. as we are about to take this cup with wine, Nú þegar við erum í þann veginn að fara að taka við þessum bikar representing the precious blood of our Savior, sem táknar það dýrmæta blóð frelsar okkar. Jesus Christ, which poured out for the forgiveness of our sin. Jésu Krist sem úthelti því blóði til fyrirgefninga syndana. We thank you, Lord, for the sacrifice made in Calvary. Þökkum þér Drottin fyrir þá fórn sem að færð á Golgata kross, For the new covenant established through his blood and shed blood. fyrir þenn nýja sáttmála sem grundvallaður og byggður á þínu blóði. As we drink this wine, Sem við nú tökum við þessum víni, may we remember your love mættum við þá minnast kærleika þíns and freely flowing grace. og því hvernig það í flæðir þessi undursamlega náð. Lord, we ask that this wine reminds us Drottin, við biðjum þig að þessi vínberjasafi minni okkur á of the cleansing and healing power in your Of- blood. hreinsandi og læknandi krafti sem kemur frá þínu blóði. As we partake this wine, Að við meðtökum þennan safa, cleanse us from all unrighteousness. að þú hreinsir okkur af öllu óréttlæti Strengthen us for service og að þau styrkja okkur til þess að við getum gengið út og þjóna and bind us together as a spiritual family, og að þú bindir okkur saman sem sönnu fjölskyldu Guðs waiting for your soon return. sem verum að vænta endurkomu þinnar, bráðrar endurkomu þinnar. We all ask this
in the loving name of our Lord Jesus Christ, Þess our byggjum- Redeemer. Þess byggjum við all í nafni Jésu Krist, frelsar okkar. Amen. 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 And Jesus said that, take this is the blood of my covenant. Og Jesus segir, meðtakið, þetta blóð sáttmálans. So this is the promise. Svo þetta fyrirheitið. Now we will sing together. Við ætlum að syngja saman. Við söfnum saman. It's the hymn. We have this hope. This hymn is saying this, that we have this hope that Jesus will come soon and we will go with him.
And I want to leave the blessing of the Lord with you, with these words. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Okay, I would like to take this opportunity to thank everyone for coming today. And before I forgot, sorry, we also have friends from Germany. Thank you. Welcome. Takk innilega fyrir komuna í dag. Það yndislegt að hafa verið með ykkur. Og hér eru gestir frá Þýskalandi líka. Hjartanlega velkomin. Okay, once again, I would like to thank everybody for all the participants who participated today. Thank you so much. Takk innilega fyrir þau sem hafa tekið þátt í öllu sem hefur farið fram hér í dag. Okay, and now we would like to invite you. We have a simple family, fellowship meal together. Svo ætlum við að bjóða ykkur öllum. Yeah, okay. Okay, so after the music, all the members are requested to please stay. Svo ætlum við að koma saman hérna eftir matinn, after the meal. New music, the playing of the music. After, yeah, okay, that's good. Það eftir eftirspilið, þá ætlum við að vera hér saman og við ætlum aðeins að ganga frá einu atriði áður en við förum inn í matinn sem verður hérna á eftir. Yes. To all our visitors and non-members of this church, you can proceed now to our Cafe Stova and have lunch or have something to eat there. Okay. So what we need to do today is that for the church members, you remember, like some weeks ago, we had our membership meeting here. Fyrir nokkrum vikum, And 2 weeks ago. some weeks ago, yeah. Fyrir nokkrum vikum vorum við með fund hér